Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna, segir að ný lög bankastarfsemi séu nauðsynleg og vill að Alþingi breyti lagaumhverfi bankana á fyrstu dögum þingsins. Hann og Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingarinnar, eru sestir hjá Helga til að ræða þessi tíðindi dagsins. Velkomin báðir tveir. Árni Páll, ég ætla aðeins að byrja á þér. Þessi tíðindi dagsins, það hefur vakið svolítið athygli og það hefur svolítið verið spurt út í hlut Samfylkingarinnar sem er nú í ríkisstjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokknum. Finnst þér eitthvað athugavert við það hvernig Samfylkingin kom að borðinu þarna í gærkvöldi? Einhverju að tala um að það hefur verið kannski svolítið seint sem að viðskiptaráðherrann sem hefur nú með bankamál á sinni könnu hefur komið að þessu. Var eitthvað óeðlilegt við það, finnst þér? Nei, ég held að það sé ekkert óeðlilegt við það. Viðskiptaráðherrann var upplýstur þetta mál. Síðan það náttúrulega þannig að eins og alþjóð veit að þá formaður Samfylkingarinnar forfölluð og hún hefur náttúrulega tekið á málum af miklum myndugleik, en þegar hennar nýtur ekki við þá velur hún sér fulltrúa. Hún valdi í gær að senda Össur Skarphéðinsson og ég ger engar athugasemdir við það. Valin ekki frekar en þegar hún tekur aðrar ákvarðanir í mannavali. Hún hefur góða dómgreind í því. Já, ekki það heldur að þetta mál hafi verið samþykkt með þeim hætti sem það var og því hafi lokið svona? Nei, ég held hérna erum við að tala um að það engir góði kostir í þessari stöðu. En ég þeirra skoðunar að það sé algjörlega óásættanlegt að haga aðkomu ríkisins að málum með þessum toga með þeim hætti að það sé hlutverk almennings og ríkisins að bera bara tjónið. Eins og gerist ef að veitt eru lán eða veittar eru ábyrgðir. Ég held að við eigum að horfa á fordæmi annarra þjóða þar sem vel hefur gefist að koma inn í erfiðar aðstæður með þessum hætti og þá held ég að skynsamlegast sé að við fáum hlut í fyrirtækjunum. Þannig að mögulegur ávinningur sem getur skapast á síðari stigum komi til almennings í landinu. Ég get ekki sagt mig við það að við ríkisvæðum bara tapið en að ávinningurinn hann eigi alltaf að vera í höndum einkaaðila. Ef að ríkið þarf að koma inn og almenningur þarf að bera hérna áhættu, þá á almenningur líka að fá að njóta ávaxtanna. Ögmundur, ertu sammála þessu og kannski örstuðt því að þetta nú allt gert með fyrirvara samþykki Alþingis, það samþykkir ennþá fjárlög og fjárveitingar. Ertu samþykkur þessum gjörningi og heldur að þið í Vinstri grænum munið samþykkja? Já, við viljum skoða þetta mál heildstætt. Við komum fyrst að þessu máli í gærkveldi þegar varaformaður flokksins, Katrín Jakobsdóttir í fjárveru formanns, var boðið á fundi í Seðlabankanum þar sem að þessi áform voru kynnt. Ríkisstjórnin hefur kallað þetta samráð, en þetta var náttúrulega kynning á ákvörðunum sem að teknar höfðu verið. Nú samþykki okkar, það náttúrulega komið undir því hver umgjörðin verður. Eitt alveg víst að þetta verður ekki framhald á óbreyttu ástandi og þá ég að horfa til laga umhverfis fjármálafyrirtækja. Ég að horfa til fjármála eftirlitsins og samkeppnisstofnunar, þessar eftirlitsstofnunar sem við höfum og síðast en ekki síst, þá ég að horfa til stefnu ríkisstjórnarinnar hvað varðar almanna þjónustuna. Það verið að hóta því núna að fara með orkugeirann út á sama markaðstorgið og hefur núna lent í vandræðum. Það verið að hóta því að fara með heilbrigðisþjónustuna þangað og síðast en ekki síst, þá verið að hóta því að fara með íbúðalánasjóð inn á þetta markaðstorg sem að hefur núna brugðist og taka svift okkur þannig. Þú talar um nýlegum bankastarfsemi og þú talar um eftirlitsstofnanirnar þar. Hvernig sérðu fyrir þér að þessi nýju lög verði? Verður eitthvað þrengt að? Já, fyrsta lagi varðandi þessar eftirlitsstofnanir, þá það handónýtar. Fjármálaeftirlitið handónýtt, samkeppnisstofnunin handónýtt. Hún núna einhver hópur manna að stúdera ræður sem voru fluttar á þingi bændasamtakana síðastlið sumar, að tóa hvort að þær kunni hafa verið eitthvað samráð og hvort að bændasamtökin séu kunni hugsanlega að beita sér í þágu bænda. Þetta eru viðfangsefni þegar að það að gerast að fjármála kerfi landsins að hruni komið og þessar stofnanir og fjármála eftirlitið hefur brugðist í því efni. Hvað var það lögin? Þá á það frumvarp sem ég flutti fyrst og minn þingflokkur 2002 eða 2003 og síðan ítrekka síðan, það gengur út á það að aðskilja viðskiptabankana annars vegar og fjármála stofnanir hins vegar og þetta löggjöf
sem á sér fyrirmynd í Bandaríkjunum. Það var sett löggjöf, svo kvöldu Glass-Steagall löggjöf 1933 og var við lýði í Bandaríkjunum allar götur fram á síðasta ár Clintons í embætti fjármálaráðherra 1999, augnablik. Þá voru þessi lög afnumin og ég las það í blöðum ekki hans fyrir löngu að fjármálaráðherra Clintons fyrrum, Lawrence Summers, hann harmaði að lögin skyldu hafa verið afnumin. Já, samt færa þetta aftur hérna heim. Árni, hvernig líst þér á þessar hugmyndir? Er þetta ekki alveg ljóst að þetta kerfi sem við höfum búið við svona síðustu 10-15 árin og þessi einkavæðing bankana og það ferli sem fór þá í gang, þessi útrás margrómaða, að þetta hefur að einhverju leyti bara farið úr böndum? Sko, ég held að það sé nú mikilvægt að menn andi með nefinu. Og ég ætla nú að fara að hrósa hugmyndi fyrir málefnalega afstöðu stjórnarandstöðunnar í þessu máli í gær sem ég tel mjög mikilvæga. En ég er svolítið hættu við eftir að yfirlýsingarnar komu að fjármálakerfið væri að hruni komið. Það er mjög rangt. Fjármálakerfi Íslands er ekki að hruni komið og það er ábyrgð að hluta að tala þannig. Ég held að fjármálakerfi stendur ekki styrkari stóðum með það að það gerast vandamál. Ríkisvæða einn banka. Já, leiðum mér að klára. Það sem er að gerast er að það er banki sem sannanlega býr að góðum eignum og býr að góðri almennri stöðu. Hann lendir í miklum lausafjárvanda og þess vegna verða þessar breytingar. Það sem hins vegar hafið yfir vafa er að við höfum lifað hér af og íslenskt fjármálakerfi hefur lifað hér af í algjörri gjaldeyrisþröng og í mikilli lausafjárþröng út allt þetta ár. Og ef einhver hefði spáð því að þetta yrðu starfskilyrði íslensks fjármálakerfis í ársbyrjun, þá hefðu menn nú líklega ekki gefið bönkunum meira en svona 1 eða 2 mánuði. Þannig að ég held að menn verði nú aðeins að anda rólega. Við erum ekki að fást við hrun íslensks fjármálakerfis og það er ábyrgðar hluti að gefa það í skyn. Við erum að taka á tilteknu vandamáli sem upp kom. Vonandi fara aðstæður að snúast við. Við skulum vona það að aðstæður snúist við. Það er alveg ljóst að sá mikli vandi sem steðjaði núna að Glitni, hann stafaði að tönnu fyrst og fremst af gjaldþroti Lehman Brothers og af veikingu krónunnar þennan mánuði. Það er alveg ljóst að þetta eru erfiðar aðstæður. Við getum ekki sagt fyrir það hvort lokið sé erfiðleika hreinum og erlendum mörkuðum, en við getum sagt það alveg skýrt að íslenska ríkið er í stakk búið til þess að standa vörð um fjármálalega stöðuleika. Það er ríkið að gera og það er ábyrgðar hlut að gefa annað í skyn. Lýstu vel á þessar hugmyndir hans að breyta lögum bankastarfsemi og til að þá efla þessar eftirlitsstofnanir? Já, nei, hvað varðar það að fara að skilja fjárfestingarbank og viðskiptabankastarfsemi? Ég meina, það hefur nú bjargað íslensku bönkunum þó það sem af er þessu ári. Þeir hefðu farið miklu fyrr í mikil vandræði ef þessi aðskilnaður hefði verið uppi. Og það er nú, þetta er mikil bábiljukenning sem Vinstri grænir hafa klefað á síðustu ár. Hitt sem að þú spyrði út í eflingu eftirlitsstofnanna, þá er það mjög mikilvægt að þær séu eins öflugar og mögulegt er. Við höfum stóreflt samkeppniseftirlitið, við höfum stóreflt fjármálaeftirlitið. Það sem er alveg ljóst er að grunnforsendur í rekstri bankana er í lagi og það hefur fjármálaeftirlitið tekkað af. Vandinn sem að við þurfum að gæta okkur að því að grafa ekki undan þeirri tiltrú sem þessar stofnanir geta skapað. Og það er mjög mikilvægt núna að við köllum eftir því að þær vandi öll sín vinnubrögð, vinni eins vel og mögulegt er, þannig til að það skapi traust fyrir aðra í fjármálakerfinu og fyrir landið í heim. Er ekki svolítil bara, ég leyfi mér að segja, þórðargleði í gangi hjá þér og þínum skoðanabræðrum núna sem hafi talað að það væri bara réttast að henda þessum bönkum úr landi? Það hefur enginn sagt. Ég sagði einhvern veginn að ef ég ætti að velja á milli þess að senda úr landi þotuliði annars vegar og jafnaðar samfélagið Ísland hins vegar, þá myndi ég velja þotuliði. Og þá fekk ég það í hausinn að ég vildi senda bankana úr landi, það er á og fjár. Ég vil vernda íslensku bankana. Það sem ég vildi senda úr landi, það er óhófs hugsunina og það sem er að bíða skipbrot núna er misrétti stefnan. Svo hugsun sem að ruddi sér til rúms á 9. og 10. áratugnum að það ætti að gera vel við þinna ríku í samfélaginu, að þeir ætti að fá svigrúm til að baka sín stóru brauð, þá myndu hljóta mólar af borðum þeirra til okkar hinna. Þessi hugsun, hún er búin og hún er að bíða skipbrot og ég held að fólk horfi núna til þess sem var til dæmis að gerast í sumar. Þegar að bankastjórar í Kaupþingi leystu út 600 milljónir í eigin vasa, þegar að bankastjóri
sem að núna hjá Glitni, kom úr Landsbankanum og fekk 300 milljónir fyrir að láta svo lítið að koma við í bankanum. Það þessi hugsun sem búin, en eitt varðandi það sem Árni Páll sagði, að Samfylkingin segist alltaf að anda með leminu og vil gera lítið úr þessari bankakrísu. Þetta náttúrulega bankakrísa ekki bara hér á landi, heldur heiminn allan. Seðlabanki Evrópu, hann var að setja inn 1000 milljarða evra og verkalýðshreyfingin evrópska, hún var að álykta þetta í dag, mjög í anda þess sem að ég að tala núna, menn geta lesið þetta á bsb.is, það var þessi ályktunar að vinna þar. Þar sem að menn að segja, Helgi, að með því að setja fjármuni almennings inn í fjármálakerfið, þá eiga að koma áhrif. Það er alveg ljós. Það er grundvallar forsendan, það er grundvallar forsendan sem aðgerðarnir núna eru gerð. Að Samfylkingin sé að leggja skegg þessari félagslegu hugsun. Sko, þetta er alveg fráleitt útlegging, það er alveg ljóst að það sem við erum að fá hér eru áhrif, við erum að fá tækifæri til þess. Í staðinn fyrir þá aðstoð sem ríkið veitir, þá kemur eignarhald á bréfunum. Þetta er í þingi, það er ekki verið að hérna ríkisvæða hafið. Þið verðið bara að klára þetta á kaffistofunni í þingi. Nei, ekki á kaffistofunni, við munum ræða hvað þeir ætla að gera við heilbrigðiskerfið, við orkugeirann, íbúðalánasjóð. Takk ykkur báðum kærlega fyrir.